sem ætla að tala sína reynslu. Ég var að deila þessu viðburði á Facebook í gær og ég setti svona eitthvað geðveiki, spurningamerki, andleg vakning, spurningamerki, hver á að dæma spurningamerki. Því að það sko, menningin okkar búin að dæma þetta, svolítið, þetta má segja að þetta sé svona ólöglegt ástand, þetta eitthvað sem á loka fólk inni fyrir og það þannig að ég voru í Englandi einhvern fyrir 2 ára síðan að það var svona umræðahópur og það var kona þar sem var að tala sína reynslu og hún sagði sko ég var í þessu ástandi, ég vissi ég hafði 1 eða 2 daga til að vinna úr því sem ég þurfti að vinna úr áður en myndi loka mig inni. Og þetta svolítið raunveruleikinn, þess vegna finnst mér vænt að það sé fólk sem tilbúið til þess að tala þetta vegna þess að það líka fólk sem hefur upplifað þetta ástand sem upphafa einhvers konar andlegri vakning. Það byrktist mynd af okkur 3 upp í 3 hérna Mogganum í fyrra, nei á þessu ári í maí og með smá viðburð. Það svona átak í heiminum sem kallað Emerging Crowd, það að segja fólk. Það fólk sem stígur fram, stopp fram og segir frá því hvernig var að upplifa þetta og hvernig það kannski komst á góðan stað. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Við sko Karl ætlar að tala og síðan Halldór og ætla við reynum ekki að vera síðan með spurningarættir og hérna, já kannski kaffi í millitíðinni. En bara Karla, gjörðu svo vel. Það bara Karla og Halldór og þið bara... Talar þú hærra en hann? Já, ég tala svipað sko. Nei, talar hærra en hann. Já. Það taka... Það er dansa með það. Þú standaði fram að það er að ljósa andlitið sko. Ok. Hvernig þetta hennar? Er það framalega? Þetta er fínt. Ég segi að fólki þarna sem 7 manneskjur geta gefið... Eru fólk að horfa? 7 manneskjur. Taldu þessu fyrir mig. Getum við ekki bara nota þetta og við erum í þráðlösa mækina? Og svo frábær ræða hjá Hannari, að leitt að hafa ekki hýrst betur að hann sæði. Nú það komið þráðlaus mæk. Þetta nota þetta svona. Kemst hann í? Það er frá setjum þetta. Nei, hann passar ekki í. Þetta meðan lækkan það ekki eins. Halló. Ég hef aldrei verið svona poppari og lært að hvernig gera svona. Ég er poppari. Aha, Já. þú ert svona gefandi rótari. Ennþá betra. Já, þetta virkar þetta ekki. Komið í sæl, það er gaman að sjá svona mörg mætti að þennan viðburð. Ég þakka Hrannari kærlega fyrir kynninguna og að ramma þetta þessi. Þetta er aðeins nær mæk á hann. Svona, aðeins herra. Ég ætla ekki að þetta virkar sko. Það Ég ætla ekki að virka. er það ekki að virka. Jú, það heyrist í háttalunum en það er bara jafn hátt og heyrist venjulega. Hvað er svona bara? Já, þetta er því. Ok. Þetta er svolítið svona söngvaramitt líka. En já, eins og Hrannar var að segja, yfirskriftin er svolítið sambland andlegra upplifana og það sem að kalla er geðveiki eða það sem að kannski meira pjessi að kalla geðrænar áskoranir. Mér finnst það gott hugtak. Þetta er efni sem að er til umfjöllunar á ýmsum vettvangi og það eru heilu alþjóðlegu hreyfingarinnar eins og Hrannar kom inn á sem að eru að ræða þetta. Fólk með þennan reynslu heim. Fyrir mitt leyti þá hef ég náttúrulega eins og ég hef tjáð mig opinberlega reynslu af því að fara í gegnum það sem skilgreina má sem geðrof
mikið geðrof yfir langan tíma sem að olli meðal annars nokkur innlögnum á nokkrar geðdeildir. Og ég þurfti að vinna úr því á margvíslegan hátt, eins og til dæmis að ég þurfti að hlusta á það og bæði hlusta á það og síðan að fara eftir því að hætta að reykja kannabis til dæmis. Ég var svolítið viss það að ég gæti haldið því áfram þrátt fyrir að vera að fara í gegnum þetta en það var nú ekki alveg að ganga upp. En hluti af þessu er klárlega stór hluti að skörunin við það sem að í öðrum litteratúr er kallað síðan svona andlegar upplifanir eða andleg vakning og svo framvegis. Þetta er með mörguleiti mjög svipaður reynsluheimur og það hjálpaði mér mjög mikið alveg frá upphafi. Og ég get með þess að dagsetta alveg nákvæmlega hvenær mér fannst þetta að byrja. Það eru svona rúm 8 ár síðan. 8. október 2010 þá er svona eins og að lesa eina ákveðna bók meðvirkni sem að ég hafi verið að spá mikið í og kafað sjálfa mig á þeim forsendum. Það er eins og það hafi opnað svona tilfinningaflóð og ég hafi einhvern veginn verið tilbúinn til þess að stíga ákveðið nýtt skref í að takast á við sjálfan mig og samhliða því þá fannst mér sko einhvern veginn eins og hugurinn að mér skipt gír. En það sem að, eins og ég segi, það sem að við tók síðan var mikil rússíbanaferð þar sem að ég var svona mistengdur því sem að fólk kallar veruleikinn. Og tók töluvert á að vinna úr þessu. Svo get ég líka sagt að sérstaklega því að bróðir minn er hér, tvíburabróðir minn. Hann hafði sko greinst með geðklofa nokkrum árum áður. Það var hvað, 2003 ekki satt? 2002, já. Og gengi náttúrulega gegnum mjög svipaðan reynsluheim og mér finnst eftir þetta að ég geti tengt betur við hann. Og hann sjálfur sko í kjölfar þess að þá fékk hann mikinn áhuga á svona andlegum málum og allt sem tengist Indlandi, indverskum fræðum og svolítið. Mér fannst þetta allt saman eiginlega voða skrítið þá sko og var ekki alveg að tengja við þetta. En gerði það síðan sko því ég held að það sýni sko hvað svona trúarlega atriði, hvað þetta tengist mikið persónlegri reynslu og persónlegum upplifun. Og ég held að ef að trú á að geta lifað áfram á trúarbrögð, af því að það eru sumir sem að segja að þau er mikið undir högg að sækja og jafnvel eigi ekkert erindi í nútímanum. Þá held svona sjálfur eftir alla mína reynslu og það sem ég er sannfærður nú orðið að vakning af því felist í því aðeins að fara frá þessu stofnanaformi, að þetta sé bara dauður bókstafur og yfir í það að fólk endur uppgötið þetta sjálft sko. Og nútíminn er náttúrulega orðin það flókin að það er rosa erfitt orðið að hanga alltaf í einhverja kennibókstafi og byggir svolítið á persónlegri reynslu. En það eru já þessi þræðir sem að hjálpuðu mér að geta púslað því mér reynslu saman og haldið svolítið sömsum sem eru svona miklar upplifanir á að finna sko með mikilli samkennd, rosalegri samkennd ekki bara með öðrum fólki heldur bara fólki almennt og vera tengdur. Finnast að maður hafi mikinn tilgang í lífinu og að maður sé að stefna einhverju markmiði, en þetta getur auðvitað að fara út í það sem maður kallaður ránkumindir, messiasarkomplexum að þú persónulega sést svo merkilegur af því að þú ert að eitthvað nýja hluti sem að þú verður að koma á framfæri á annarra sem að bara skilja þetta ekki. Og líka það að þér sé ætlað mjög sérstakt hlutverk, sérstakara en aðrir og merkilegra. Þannig að mörkin held ég þarna á milli sem að held að þurfa að ræða svolítið og hafa í huga sko hvað er heilbrigt og óheilbrigt. Og ég finnst að fólk sem að vinnur í þessum geira við að hjálpa fólki í svona ástandi eða sem er að ganga í gegnum svona krísur þurfa að hafa svolítið í huga sko
hvað er heilbrigður farvegur og hvað er óheilbrigður, frekar en að vera kannski að takast á sko hvað er veruleikinn, af því að það er persónubundið og ég held að það sé ekki endilega í sko eigi að vera í höndum sko heilbrigðisstarfsfólk til dæmis að skilgreina hvað þinn eiginlega veruleiki er. Ég held að aðalmálið sé bara hvort að fólki líður vel og hvort að reynsla þess er gagnlega eða ekki. En nú er ég búinn að tala ansi lengi og Katla situr ennþá þarna bakvið. Langar þið að koma og vera með eða segja frá þínu? Já, ok. Ég finnst ég vera að fara að endurtaka mér pílumítið sko. Þetta er líka samtal sko. Ég get staðið hérna mjög lengi og rætt hvað ég get gegnum. Þetta snýst líka sko að finna og heyra sko aðra lýsa því saman og sjá þar að leiðandi hversu merkingaríkt þetta er og að þetta er eitthvað til að byggja á. Það hjálpaði mér náttúrulega töluvert en talandi svona sögur þá náttúrulega hægt að leita svona í Sarpssona svo kallara andlegra meistara og það er einn sem að ég hef mikið talandi á sem að kalla sig Ram Dass. Þetta áður Amerikani, Richard Alpert sem var með Timothy Leary að því að rannsaka LSD og sveppi og þess að þar. Fór síðan til Indlands og kynntist svona andlegum fræðum og tók upp þetta nafn Ram Dass sem er einhverjast. Og hann fór að ganga í svona kubli og svona alls konar, lít sig safnast gegg og leit út eins og svona hefðbundin gúru, en hann átti hins vegar bróður sem að var í kókaínislu og alls konar og fór ítrekkað á geðspítala út af maníu. Af því að hann hélt að hann geti í þessu ástandi að hann geti gert það sem hún sýnist og var að stela því sem hún sýndist og stela til dæmis bílum og keyra svo villisingur. Þannig að Ram Dass fór í svona heimsóttan í geðsjúkrahúsið og bróður hans var að segja sko, já þú ert alveg klikkaður líka sko, þú heldur að þú sést Jesús Kristur eða eitthvað og gengur í þessum kulli og þú ert ekkert settur í geðsjúkrahús. Og þá segir Ram Dass, já, sko munurinn sko, já við heldum báðir af þessum Jesús en munur af mér og þér er að þú heldur að bara þú sést Jesús. Ég held líka að sé allir aðrir. Þannig að það lýsir kannski líka mínu og ferðalagi og margra sko að fara frá því sko að finnast þetta að vera merkilegt fyrir þig sko að þú hafir svo rosalega sérstakt hlutverk yfir í að sjá að það er hluti af einhverju heild sko. En svona mín kenning með svona sálfræðilega kenning með það er að þetta snýst svona hvort sem að þú trúir á svona andlegan veruleika ekki sko þá held ég að það er alveg nytsamleg lýsing að það má líta á svona rof sem þannig að sko varnir egósins bresti alveg gríðarlega og yfir því flæðir sko einhvern veginn svona stærri veruleiki eða stærri skynjun. En þá er svo auðvelt fyrir egóið seinna meir að átta sig ekki almennilega að koma tilbaka, svo að segja. Egóið reynir síðan að ná utan þennan stærri veruleika og eina leiðin þess til þess er að líta á sig sem miklu stærra. Í stað þess að gefast upp gagnvart þessu og átta sig á því að ok, þetta snýst ekki um mig, ég á má míns einskis og það er bara að gefast upp. Og það er náttúrulega það sem að til dæmis aðfræði þetta allt saman gengur út á að það er þessi aðri veruleiki og þessi uppgjöf sko. Og þetta er spurning sko þetta er ákveðið fljót sem að kemur yfir fólk. Og spurningin er bara hvernig það siglir með því að hvort það siglir á móti sko. Svo er náttúrulega hvað þetta þýðir fyrir hvernig að meðhöndla fólk sem að gengur í gegnum þetta. Það er náttúrulega ýmislegt að gerast í alls konar vakning varðandi það og fólk að opna sig með sinn reynsluheim og gefa bækur eins og Kristinn sem það hér er.
Maníuraunir heitir hans bók, ég hafi bara tíma til að fletta þessi í henni. Rosalega margt í hans lýsingum af hans reynslu sem ekki tengt við, bara strax. Og varðar þennan, eins og ég segi, rosa tilfinningu fyrir æðri tilgangi og vera leiddur áfram og vera að fara í eitthvað svona verkefni. En þetta er rosalega merkilegt að það er allavega komin mjög stór skref frá því að það sé lítið að þetta sé bara sem einhverja veiki sem að bara afgreiða þannig og það var fólk bara til hlýðar og yfir í það að fólk er farið að stíga fram og tala um þetta sem reynslu sko. Hvernig er þetta að vinna með það þannig? Og ég held að það sé alveg mikilvægt og nauðsynlegt fyrsta skref að eiga það samtal sko, á dálítið jafningja grundvelli að fólk fái dálítið að skilgreina sig sjálft í stað þess að þetta sé afgreitt bara sem ómerkingaruppvægst. Og í svona meðferðarfræðum líka sem maður líka vísi að því að það er farið í það að vinna meira með til dæmis þegar fólk heyrir raddir að í stað þess að loka á það og ekki vera fóður á það. Það er náttúrulega gamla aðferðin og hinn gamli hefðbundni vísidómur að það er ekki að vera fóður á þessar ranghugmyndir með því að tala um þær. Það frekar farið að líta á þetta sem merkingabært af því að þetta er náttúrulega þetta er persónafólks og þetta er hugarheimurinn og fólk verður einhvern veginn að fá að vinna úr því einhverju leyti á eigin forsendum. Og þetta er allt merkingabært fyrir viðkomandi, jafnvel rosalega merkingabært. Þetta lítur kannski út eins og vitleysa utanfrá. En innan frá sér þá er þetta oft hið allra merkilegasta sem að fólk hefur lent í. Allra merkingar bærasta. Langar þið að koma núna, Kalla? Já. Þú vilt kannski bara aðeins spegla það sem ég er að segja, sko. Já. Það er aðeins að gefa það frá mér. Spegla. Ég hefði viljað heyra þér segja frá allir djúsi stöffinu sem er að gerast hérna. Ég hef heilt góða sögur, sko. En þetta var mjög fróðlegt, takk fyrir. Já, ég ætlaði svona... Á ég að taka við? Já, gjör svo vel. Við getum líka að skipta milli, sko. Ég er nefnilega hafði annað í huga, sko. Það er Ok. ekki það er gaman samt að huga. Ok, ég get bara sest, sko. Þú veist? Já. Ég hef áður reyndað með uppistand og það gekk ekki vel. Mér leiði það svona í pínu eins og ég var að vera með uppistand. Katla heit ég og þetta átti ekki að byrja svona hjá mér nefnilega. Það er eiginlega málið. Ég ætlaði ekki að vera staðinn upp. Ég ætlaði að gefa allir pásu og undirbúa atriðið mitt og svo átti þetta að byrja eftir þegar allir voru búin að fá sér te og eitthvað svona. En kannski hafið þið spurningar til Halldórs, er það ekki frekar málið? Þú veist, það sem hann var að segja og hann getur svarað þeim. Og svo getum við öll fengið okkur sódavatn eða kombucha sem er svona drykkur sem er góður fyrir meltinguna. Það stendur eitthvað mjög magnað. Ég er sko, vinkona mín er að búa til, þetta er mjög sniðugt. Þetta er sko frá Kína og á að vera eitthvað rosalega andlegt. Það er ekki orðin yfir þetta. En prófið þetta er rosalega gasalega sniðugt. Og við ákvæðum bara að hafa hollt. Af því að svona, þegar maður er í andlegri iðkun, það var gott að hafa í huga með næringuna. Þú veist, þann tíma sem að þú vilt efla andlega tengingu, að forðast bara, ég hef ekki mikið áhuga á næringafræði en ég bara veit af eigin reynslu, bara varðandi föstu og annað slíkt. Þið getið eftir tenginguna með því bara að borða léttari mat og hollari ávexti og þess vegna. Og þess vegna erum við með svoleiðis mat. Viljið þið spyrja Halldór að ykkur og hann svarar og ég get, og svo já.
Það er ekki bara áhættisplagg. Ég sjáum hvað þetta er óskipulegt hjá okkur, bara allt í lagi, þetta er bara spjall sko, við erum bara að vera hérna að hafa gaman. En já. Já, hæ, Helga heiti ég. Mér langaði bara að spyrja þig, nú upplifir svona geðrof og lagðist inn og svo leiðis og ég er bara svona forvitin, hvað fannst þér gagnlegt eða virka fyrir þig í innlögnunum, þú veist, varstu ósáttur, fannst þér þetta ekki þjónaði neitt eða var eitthvað sem þér fannst gagnlegt og svona, já, hvað myndir þú vilja sjá meira af á geðdeildum, þú veist, hvernig getur maður stutt betur við fólk sem er að fara í gegnum þessa reynsla að það upplifir að það sé að fara í gegnum andlega upplifun en ekki bara sjúkdóm, hvað er. Já, þetta er náttúrulega góð spurning sko, ég var ekki alltaf sáttur við að vera inn á geðdeild því að mér fannst ekki endilega heima þar og hefði merkilegri hluti að gera. En svo líka í öðrum þræði þá leit ég jafnvel á það sem hluti af ferlinu að þurfa að vera þarna inn í lokuðu rými með ákveðnu fólki sem hafi kannski að hluta til allavega svipaðan reynslu heim. En það sem að mér fannst gagnlegast það var að ræða við góðan sálfræðing sem var mikið til í að mæta mér það sem ég var og sko vinna með allt sem ég hefði fram að færa í stað þess að vera einhvern veginn að reyna að skilgreina mig eða boxa mig inn. Ég held að ég hefði komið sennilega aðeins öðru vísi út úr þessu ánfers og ég held að þetta sé það sem að fólk þarf alltaf fyrst og fremst að fólk sé svolítið mætt í þeim veruleika sem það sko. Sem að ég get skilið að sé svolítið vandasamt af því að það þarf líka svolítið að reyna að ná fólki tilbaka. Það er ákveðið jafnvægislist. En fólk það sem það og ég er alveg sannfærður að það er alltaf rík ástæða fyrir því að fólki að upplifa það sem það upplifir og er í þeim hugarheimi sem það í sko. Það er mjög mikilvægt að reyna að setja sig inn í það og reyna að vinna úr því og kannski hjálpa fólki að átta sig á að oft eru þetta sko þetta bældar tilfinningar brjótast fram oft til dæmis að ég held að svona paranoíu hugsanir séu bara kvíði, mikill kvíði sem að fólk að eiga við og er svona að reyna að yfirfæra á eitthvað. Hugur og tilfinningar virka oft þannig saman að fólk upplifir ákveðna tilfinningu og svo kemur hugurinn og reynir að skýra hana. Ég held að það skýrir svolítið að þessum ranghugmyndum að fólk finnur ákveðna tilfinningar mjög sterkar og þá finnst því eins og það sé mjög sterkur skýringarþáttur utan við það sko. Og oft er þetta líka frávarp til þess einmitt eða bara til að geta lifa þetta af og þurfa ekki að horfast í augu við þetta. Það er auðveldara að halda að CIA einhverja geimverur séu elta þig frekar en að þetta sé þinn eigin hugarheimur sem að þú losnar ekki undan sko. En já, það er svona stuttasvarið. Það er ekki, af því maður er búin að vera svo lengi í þessu bransa sko. Ég er alltaf að velta fyrir mig hvernig getum við náð þessu samtali á milli fólk sem hefur reynslu og þeirra sem að vinna við þetta. Þurfum við endilega til dæmis að hafa þessar greiningar. Ég er ofta svona sko að því að fólk segir mér að það er dómur eins og að fá geðklógreiningu og hann viðmóði þig bara ævilangt og ef þú hefur sýnt kjark að koma fram og er kannski farin að vinna og búin að stofna fjölskyldu og eitthvað getur séð núna á netinu, þá finnur fólk að það er ennþá alveg gífurlegi fordómar þó svo að við séum að umræðan sé opni sig svona fyrir hvern er. Ég meina þú ert örugglega, ég veit ekki hvað mikið ég er bara sko, hvernig getum við náð þessu samtali? Og líka við höfum verið ofta að aðgreina fjölskyldu frá þeim sem er að upplifa þetta frá vinum en við þyrftum þetta samtal. Af hverju heldum við að viðkomandi sé að líða svona? Af hverju við erum svona einangrað og ég er svona, þetta er búin að taka svona mörg ár. Hvenær getum við stigið fram og tekið þetta samtal? Og þú hefur nú verið pólitíkus.
einhvern veginn hægt að virkja pólitíkusa til að hjálpa okkur að ná þessu samtal, til að breyta aðeins hraðar? Áður en ég verið orðin neglar. Já, ég get viss kannski aðeins komið á greiningarnar. Ég hef aldrei greintur með neitt nema geðrof og það er kannski auðvelt að meðhöndla mig þannig að því að það er svo einfalt að tengja það við kannabisneyslu sko. Og auðveldur skýringarþáttur sem að vissulega þegar ég tók hann út þá var ég jarðtengdari. En það er nú líka í þessum fræðum að fólk held ég að sé aðeins að hverfa aðeins frá því að vera með þessar hörðu greiningar og frekar að líta á þetta sem róf. Og greiningar eiga náttúrulega að vera til þess að hjálpa fólki að vinna úr sko. Og eiga bara að byggjast á hvort að hlutir eru hamlandi eða ekki. En hvort það er hægt að virkja pólitíkus ég held að það sé rosalega stórt verkefni. Ég ræddi nú við einn ungan mann sem er að vinna í pólitík fyrir Viðreisn. Hann er bara að tala við fullt af fólki í þeirri viðleikni að reyna að koma að einhvers konar stefnumótun eða einhver pólitísk verkefni til að bregðast við þessu ákalli sem er víða að eitthvað sé gert í geðheilbrigðismálum og vímuefnamálum sem eru auðvitað samhangandi mál og hann benti nú meðal annars á að meðalaldurinn á Alþingi eru 55 ár og að eldra fólkið væri tengdivoða lítið við þetta og væri bara vant því að harka hluti af sér og skildi ekki að þetta veri pólitískt viðfangsefni. Yngri kynslóðum er kannski meira til í því. En ég held persónulega að þetta sé eitt stærsta pólitíska viðfangsefni samtímans og þetta sé pólitískt viðfangsefni. Af því að þetta varðar velferð fólks og þetta varðar alls konar pólitísk gildi eins og frelsi, sjálfsákvörðunarrétt og hvar vald liggur. Ég er náttúrulega allur fyrir því að reyna að virkja pólitíkina í þessu og var nú að klára meistaraverkefni í verkefnastjórnum, meistaragráði og gerði verkefni í Reykjavík og verkefni mitt var greining af því hversu notendamiðað geðheilbrigðiskerfið væri út frá pólitískri stefnumótun og komst að því að það vantar dálítið forystu þar. Ég held að það þurfi samt ekkert svona verkefni til að sýna fram á það en það er allt, ég held að dropinn hóli steininn þar. Má ég spyrja þig einu? Ég er hérna? Hérna, ég var að tala um að það hefur verið í grunni með geðrof. Getur lýst því hérna eins og Katla vildi fá að heyra hérna hvað gerist eins og náður? Já, ég kom aðeins inn á það sko. Það er þessi mikla samtenging, mikill kærleikur og upplifa sko tilgang líka, rosalega sterkan tilgang sem að ég kannski samt gat ekki alltaf tengt við eitthvað konkrétt, þetta er meira bara tilfinning. Okay. Já. Í stuttumáli, nei þetta er svo rosalega löng og flókin saga og mörg lög í henni. Ég hef alveg oft verið beðinn að lýsa þessu og gefa einhvers konar skýringu og ég var líka hjá nóðum að reyna að skrifa þetta niður og einhvern veginn að festa þetta niður og jafnvel að gefa út bók og svo framvegis að þetta hljóp alltaf undan mér sko. Og mér finnst fólk verið að spyrja röngu spurningana þegar það spyr sko hvernig var þetta nákvæmlega. Mér finnst betri spurningin vera sko hvar er ég núna og hvað hefur þetta gefið mér sko. Ekki það ég sé eitthvað að hlaupast endilega undan því að reyna að skýra sko heldur það er bara rosalega stórt verkefni sem ég bara ekki farið í ennþá sko. Já, það er eina af svolítið spurninginu sem að mig langar til að spyrja. Hvað ertu núna? Og sérstaklega þá að þegar það sem kemur að andlegu hliðinni og andlegu upplifunum. Af því að þú talaðir um svona messiasa, svona tilgang og svona þess. Hvar ertu núna? Er tilgangur eða Já, það er kannski aðeins flóknari staðgagnast í núna en ég er náttúrulega það sem kallar mig mjög trúaðan sko. Ég trúaður til dæmis á það
að vitund en ekki efni sé sko undirliggjandi veruleikanum, mér finnst það líka rökrétt. Það þarf ekki að útskýra hvernig andinn verður til út frá efninu, heldur þetta bara hluti af stærri heild. Og það fyrir náttúrulega líka óhjákvæmilega röklega að það eitthvað sem að verður til eftir dauðann. Og ég held líka að það hafi allir aðri tilgang og geti fundið sér hann. En hann náttúrulega í samvinnu við annað fólk sem að gerir það aðeins flóknara. En ég alveg á því að þetta hafi gefið mér aukinn drifkraft í að fara í alls konar verkefni sem að ég hafi ekki áður. Áður var ég bara forritari og satt í tölvu. Núna hef ég farið út í pólitík og virkur í alls konar svona samfélagslegum verkefnum sem að ég hafði ekki áður. Og það tilkomið vegna þess að ég hef trú á því að það skipti máli og ég hef trú á því að það sé hægt að ná árangri á þessu sviði með því að setja orku í það. Og að ég hef trú á ákveðna sýn á því hvernig heimurinn getur verið. Stuttu máli. Já, takk fyrir kærlega. Ég er aðeins að skjóta inn tveimur svona þetta sem er svolítið praktískt. Já. Fyrst er það sem að ég er með það komið inn á í sambandi við hvernig náðum samtalinu. Þá bara þetta miklu alltaf. Þú þarft að tala. Já, hérna. En mér dættur er ekki takkið eitthvað. Heyrði ekki bara alveg í mér. Svona. Já, hérna samtalið. Hvað er verið að gera, hvað er að besta sem er verið að gera erlendis til dæmis? Það er eitt sem mér dættur alltaf í hug vegna þess að ég sem aðstandandi er svo margoft bara orðið svo dösuð af því að við sem alltaf finnum hjólinn. Og þá er eins og borið við sko jafnvel öðruvísi samfélag og annað, ég meina mannskir eru úr sama efni og hérna annað. Og hitt bara sem að mér finnst mjög gaman, ef hægt er að segja gaman, að muna eftir sambandi þessum kallaður ranghugmyndir. Og ég hef mjög sterkar skoðanir á því fyrirbæri sem að er ekki alveg viðurkennt kannski, eða ekki byrjað að vera viðurkennt í læknis, í geðlæknisfræðunum, sem sagt að eftir að rafeindarsmásjár urðu eins nákvæmara þeir eru í dag og svona þegar teknar eru virknimyndir af heila, það er bara gaman að minna ykkur á þetta, kannski vitið þetta ekki, ég veit ekki, að þegar manneskja er með heyri raddir, svo kallar, að þá sést virkni á heyrnarstöðinni. Þannig að skulum hætta að skulum fara að nota rétt nöfn, hugtök yfir upplifanir, til dæmis, og þetta er ekki ranghugmyndir. Þetta er raunverulegt og varðandi það er ég mjög líka hrifin af því að okkar einstaklingur í fjölskyldunni sem er brengist ungur með geðrof að hérna það er langt síðan að ég uppgötaði það að þetta er svona hans ímyndunarafl hefur fært hans tilfinningar, reynslu, sorgir, áföll og annað eða sterkar gleði annað inn í þetta form og hvort sem að ég er veruglega ekki, þá finnst mér leiðin tilbaka að vera svo að vinda einhvern veginn ofan þessu með einhverjum aðferðum, ekki endilega öllu lepunar sem að gera hann bara sofandi áratugum saman. Það er svona þetta, já, þessi atriði sem ég langa að ræða og já, bara óska eftir því að við finnum upp á gagnlegt módel þá, hættum að banna okkur hérna, tökum bara upp að besta sem til er og skýt með allar peninga, það á ekki að þurfa að forgangsraða svo miklu ofar. Mér langar bara, ég veit að ég finn það að þú svona ert ekkert æstur í að ræða persónulega einhvern veginn upplifun en ég er svona, ég samt spyr mig sko og er að velta fyrir mér þú gafst þarna tiltekið, þetta er stórt moment í þínu lífi og þú tiltókst daginn sem að þú fórst að upplifa hluti og svona og svo gengur í gegnum þarna ákveð tímabil og nú eru liðin einhver tími. Það sem mér langaði kannski svolítið að vita er þú verður fyrir svona einhverju vakningu hefur þú síðan þá orðið fyrir einhverju álíka, þú segir að þú ert orðinn jarðtengdari og annað
eða ertu að svona, finnur bara þú ert að viðhalda því sem þú upplifir þá, skilur, eða finnur þú sterkt fyrir einhverju, ég veit ekki alveg hvernig ég orða það. Já, það er ágætt erlend módel til dæmis held í Nýja-Sjálandi þar sem að farið í að stofna bara Hrannar getur sagt betur á því, hann þekkir sko sem náttúrulega formarkið þér betur erlendi módelin en fara til dæmis fulltrúar notenda eins og kallaðir eða sjúklinga þeirra með reynslu sko fengnir með í stefnumótunina. Ekki sem einhverjir ráðgjafar eða eitthvað til hliðar eða að þessu hafir umsagnaraðilar eða álit heldur bara alveg með sko, á jafnstæðir. Held að það viðurkenning á því að þetta er jafnstætt sé fyrsta skref sko, og þá bara alveg frá toppnum. En já, ég er alveg sammála því að sko rangkomundir er rangt hugtak sko, af því að hvernig sem á það er lítið þá er þetta mjög raunverulegt fyrir viðkomandi fólki og þú ert það greiðlega sammála mér í því að þetta er oft liður í einhvers konar úrvinnslu. Þetta eru úrvinnslu. Já, þetta eru tilfinningar og hugsanir og annað sem er að finna sér einhvern farveg sko, þó að þetta sé kannski annar farvegur en þykir hefðbundið þá er þetta samt farvegur. En svona varðandi sko mína reynslu þá er kannski útskýra aftur, ég er ekki að færast undan, ég finnst þetta bara svo stór spurning sko, ég spurður lýstu því hvað það gerðist, þá veit ég ekki alveg hvað ég á að byrja sko, þannig að kannski einfaldar að svara sko tilteknum spurningum, þetta er eins og að spyrja sko, já, segðu mér aðeins frá lífinu, hvernig myndið þið byrja því, segðu mér aðeins frá sjálfum mér. En já, ég er hjartengdari að því leyti að ég svona er meira í tengslu við veruleikann eins og alveg venjulega skilgreindur, en ég fæ alveg reglulega svona svipaðar upplifanir, einhvern veginn svona, það má kalla þetta sterkt innsæi jafnvel sko, ég bara eitthvað innra með mér sem að segir mér að hlutir eru réttir, eða ég sé á réttum stað, eða það sé eitthvað með mér sko, einhvers konar nærvera. Áður þegar ég verið ganga í gegnum að mesta þá var ég að finna fyrir alls konar nærveru sko, englar og djöflar og framliðnir og alls konar sem ég gaf ykkur önnur nöfn sko og gætt aðgreind og er náttúrulega mjög algengt. En svona með tíman mér eins og það hafi allt saman svona stoltið sléttast út og þessi meira bara svona almenn nærvera ykkur sem er stærra en ég sjálfur sko, og þannig einhvern veginn er ég í sambandi við hinn stærri veruleika og það er aðeins einfaldara en að vera í samræði með alls konar verur sem ég veit ekki hverjar eru sko. Já. Hvernig er að vinna inn og geta eftir að hafa verið innlögn og er eitthvað reglur þar líður tími? Ég var lagður í fyrra sumar og ég var að fara að vinna eftir eitt það er unnu góð og stór spurning. Nú hef ég verið að vinna á bráðagildið í svona 2 mánuði og það er vissulega áhugavert sko, að sjá þetta frá þessari hlið og við erum bæði að vinna innan þess ramma sem er settur þarna og vera inn á hann en vera líka svolítið gagnrýnin á hann og vera alltaf líka við að sér sko svona pælingum hvernig mætti bæta þetta. En mér finnst svona að andinn þarna sé mikið þannig að fólki er sýnt virðing og það sé verið að mæta fólki, það er reynt allavega það sem það er statt. En svo er náttúrulega líka sko eimir af gamla þangaganginu með greiningar og að reyna að boxa fólk inn. Þannig að þetta er vissulega mjög áhugavert að því leyti sko hvernig það hangir saman. Hvernig þú ert bæði að reyna að hjálpa fólki og en síðan í rauninni líka að dæma það sko, hvar setur þú mörkin þar? En varðandi reglunar tíma sem er liðinn þá veit ég ekki alveg sko. Ég heyrði ekki 2 ár sko. Já, það er eldgamalt sko. Já, það er það. 2 ár, ég held að
Nú getur maður bara að fara í næstu viku. Nei, en fólk sem er að vinna og veit fyrst, það þekki ekki að vinna lengur, sko. Það þurft að bíða 2 ár. Já, Það er akkurat. hægt. Það hlýtur að vera meira samt, því að þegar ég var síðast að geðdeild, þá var fólk að heimsækja mig, vinir og kunningar sem höfðu sjálfur að geðdeild. Þeir langaði að fara inn bara, þegar við áfættum að fara leiðin að geðdeild, og þeir langaði að gangi þann ofta og heimsækja það sem við höfðu veitt ólétti. Og þeim var sko, einn af þeim, hjúkran læknir mig þegar geðdeild og sagði, þú hefur verið hér, þú mátt ekki koma í það. Þannig að það er komið í vekk sem hann myndi heimsækja mig, af því að hann hefði leiðin að geðdeild. Já, það náttúrulega gengur ekki, sko. Það er ekki neina reglur þetta, sko. Nei, sennilega engar skriflegar eða fastar, sko. Þeir sem hafa legið og deilt eru á bestu starfsmennin, ef ég kynns kom. Þeir bara hafa mikil áhuga og hafa mikil reynslu. Já, ég minnst það mjög nauðsynlegt eins og ég sagði áðan, eins og ég gert í Nýja-Sjálandi og ég að virkja sko jafningja í þessa vinnu. En þarna geta pólitíkar sem komið inn að gera ákveðna reglugerð. Já. Að svo mörg prósent, til dæmis eins og núna 9 geðheilsugæslustöðvarnar, sem er alveg óþarf að segja geðheilsugæslustöðvar, því ég bara vilja hafa heilsugæslustöðvar. Ég skil ekki hann aðgreining, hver fyrir að aðgreina alltaf, það er annað mál. En það getur pólitíkar sagt, það verður að vera 30% af staffinu til dæmis sem er með notendatekningu. Þá getur pólitíkar hjálpa. Já, pólitíkin hefur mikil völd þarna, það er klárt mál og að frumkvæði að því að innvinkla sko notendur eða jafningja, hvað sem að kallar þarf að koma þarna. Þess vegna er ég svo hræddur þegar það skal vera æbættir auknu fjármagni. Ef að auki fjármagn fyrir sama hugmyndafræði, þá get ég sagt sleppið því. Já, pólitíkusar hafa mjög gaman að því að takast á fjármagn og væna hver annan að vera ekki að setja nægum mikla peninga í hitt og þetta en svo fyrir oft minna fyrir því að tala í hvað fjármagn að fara og hvar völdin yfir því að raunverulega ringja sko. Og þetta er alveg klassískt dæmi það sko, það hefur ekkert verið litið á geðheilbrigði og kerfið því tengt sem pólitískt viðfangsefni nema kannski að því leiti að takast á hvort það sé verið að setja nægilega peninga í það og það er náttúrulega alltaf þannig að þeir sem eru við völd segjast verið að setja nægilega peninga í allt og þeir sem eru ekki við völd segja að það sé ekki verið að setja nægilega peninga í neitt sko. En stærri spurningarnar þær eru flóknari fyrir pólitíkur sem oftast. Já, eina í viðbót og svo hlýja og svo alltaf kalla að gera þetta sinn hátt. Ég þarf ekki. Já. Þannig að það. Takk fyrir að stíga fram og opna umræðin á þetta. Ég langar að spyrja þig, af því nú hefur þú væntanlega heyrt í fleirum sem hafa upplifað svipað. Þannig að þetta er ekki eins mikið tabú fyrir þig að ræða þetta. Hvernig er fyrir aðra að koma fram og segja frá sinni andlegri upplifun, svo kallaðri vakningu, og fá þá kannski fordum og móti að þetta sé eingöngu sjúkdómseinkenni? Ég hef ekki heyrt svo mikið af því, kannski að kalla þekki það betur sko. En ég hef náttúrulega lent í sjálfur að þessar upplifanir er að skrifa sem sjúkdómseinkenni en ég sjálfur, mér fannst ég alltaf svo rosalega sterkur alveg frá upphafi í því að líta á þetta frá minni hlið sko, ég get alltaf komist í gegnum það og hef kannski líka aðalega kynst fólki sem að hefur bara kýlt sig í gegn en ég held að það sé alveg nauðsynlegt að vinna dálítið í því að aðgreina sko hvað eru sjúkdómseinkenni og hvað er eitthvað af því að eitthvað sem að svona andlega upplifun og alls konar sem að í einu samhengi er bara sjúkdómseinkenni er alveg viðurkennt í öðru einkenni sko, í öðru samhengi. Alls konar svona trúarlegir hlutir og upplifanir og annað, það er allavega í stórum afkjöfum samfélagsins algjörlega samþykkt og það sem að eitt módel sem að ég hjálpaði mér er svona að lesa svona svo kallið frumstæð samfélög þar sem að eru svona kallaðir sjamanar eða fólk sem að talið hafa svona sérstaklega hæfileika sem að sko mannfræðingar hafa bent á að þeirra reynsla sko er mjög samhliða, mjög svipuð sko
því sem að í okkar menningarheimi er kallað geðrof eða þess áttar, nema það fyrir í annan farveg, sko. Það er þetta samfélagslega viðurkennt og sett í þannig búning. Þannig að ég held að mörkin þannig að milli sé ekki alltaf skýr og ég held ég geti bara endurtekið að það ætti að vera hlutverk læknisfræðinnar að sko líta bara það sem að stendur fólki í þrifum sem sjúkdóm, sko. Ef að fólki líður illa eða eitthvað er að valda því að það er að rekast á í samfélaginu, þá er það vandamál, sko. En ef að fólk er búið að finna sér einhvern uppbyggilegan farveg og líður vel með sjálft sig, sko, þá er ekki neina að skipta miklu máli, sko. Allavega ekki í svona læknisfræðilegu samhengi hvaða trú er á. Svolítið sterkt sem hún sagði áðan sko, gömlu fordómar, þú veikist kannski og svo líka 10, 20, 30 ár, þú fullkomlega functional einstaklingur, en þá er einmitt þessi fordómar að þú byrjar að lýsa einhverju upplöfun eins og andlegri upplöfun og þá er strax dæmt sem að það sé einhvers konar geðeinkenni eða einkenni, sko. Fólk hefur einhverja sögu, þá er það fljótt sett í slíkt samhengi, sko. Má ég koma eitt inn á? Ok, eitt viðbótið. Er ekki okkar að láta söguna líta skemmtilega út? Ef við látum þessi orði sem manía, geðrof líta illa út, þetta er í okkar höndum. Geðrof, rofa til hjá mér. Frábært. Gerir þetta svolítið huggulegt. Já. Óþarf að skamma sín, ekki maður vilja það. Það er líka einlega réttið að fara alltaf eitthvað sem hlutum bara. Já. Það er alltaf að taka hér bara og svo kemur kalla. Streymi heldur áfram eftir svona 15-20 mínútur. Fyrir heldur áfram með bráðum.